Þetta stór dagur fyrir Val að fá Pavel hingað í dag. Hvernig svona aðdragandinn að þessu? Hann frekar stuttur, bara vissum og heyrðum það að Pavel hafi áhuga að skoða sig og breyta til. Hann fannst að þurfa kannski svona nýtt challenge og hann sé að fá það heldur betur hérna hjá okkur. Þessi uppgangur hjá Valsurum er búinn að vera mikill 2 ár í dómaradeildinni þar sem svona stabilisera eitthvað nokkuð. Er þetta ekki skref í að taka næsta skrefið í þeirri uppbyggingu? Jó, ég myndi halda það. Setur náttúrulega líka meiri press á okkur og ætti að hækka svona standardinn öllu og við höfum verið að bæta okkur jafnt og þétt eins og við komum fram. Og með þessu erum við vonast þess að geta tekið eitt risastórt skref upp á við. Hvað er það sem að þú telur að Pavel komi með inn í þetta? Það er gríðarleg reynsla og náttúrulega kannski fyrst og fremst samt bara gríðarleg gæði. Hann er gæðaleikmaður og hann er einn af bestu leikmönnum sem hafa bara spilað í þessari deild. Hann er bara svo góður á mörgum stöðum og getur spilað á honum í nánast öllum leikstöðum og sést bara núna með landsliðinu hversu gríðarlega góð áhrif hann hefur á landslið og hversu góðu standi hann í. Það er mjög mikið gleðiefni. Það hafa verið ákveðin meiðslasaga hjá Pavel síðustu árin. Eru þið með góða sjúkraþjálfara? Er það eitthvað sem þið hafið skoðað? Finnst ykkur það áhætta að taka hann inn núna? Svona með hvernig hann hefur verið að koma svo undan sumri og hvernig hann hefur verið með landsliðinu, þá hefur maður miklu minna áhyggjur af því, en auðvitað hefur maður bara alltaf áhyggjur af því með alla leikmenn. Það er alltaf viss áhætta að spila undir miklu álagi. Þannig að hann er í mjög góðu standi, betra standi en maður oft síðan í áður og við erum með hörku styrktarþjálfara hérna og gott prógram, þannig að hann á eftir að geta nýtt sér það og koma sér í enn betra stand. Megum búist þið meiru frá Valsurum á næstu vikum fyrir tímabil? Það er ekki bara að leiða tíman og leiða það ljós, en við vonum við það.